Hjalti Jón, hvað snýrist þessi undirritun í dag? Hún snerist það að þessir þrír aðilar, Vafima, Keilir og Símey, ætla að bindast, fara út í þróunarverkefni saman að bjóða fólki hér á Norðurlandi upp á tæknifræðinám á háskólastigi. Þetta er eitthvað sem við höfum kallað eftir lengi og atvinnulífið farið að kalla á. Og hér hefur skapast hefð fyrir nánu samstarfi beggja þessara þjónustuaðila eins og Símey og Vafima. Við að vinna með atvinnulífinu, fyrirtækjum hérna á svæðinu, og við útskrifum stóran fjölda af iðnaðarmönnum og stúdentum á hverju ári. Þannig að við viljum sjá það að þessu unga fólki bjóðist tæknifræðinám á háskólastigi. Við erum búin að biðja eftir því lengi. Hjálmar, í hverju felst þetta nám nákvæmlega? Námið felst í því að nemendur koma hér til þess að læra tæknifræði útskrifa sem fullgildir tæknifræðingar með BS-gráðum. Þetta byggir annars vegar á bóklegum þætti og hins vegar á verklegu námi, ekki síst í nánu samstarfi við fyrirtæki. Og það er reynslan að fyrirtæki notfæra sér þetta, nemendur var áhugasamir það að vinna praktísk verkefni, en undir svona akademískri stjórn og rétt að vekja athygli á því að þetta er nám í rauninni í nafni Háskóla Íslands en á ábyrgð Keilis, í samstarfi við þessa ágætu aðila sem voru að skrifa undir samning. Við erum í raun að svara eins og þau, bara kalli atvinnulífsins og áhuga miklum sem við finnum hjá bæði Verkmenntaskólanum og Símey og vísum líka í gott samstarf okkar í gegnum tíðina við Símey. En hverjir komast í þetta nám? Það stúdentsefni klárlega og við vonumst auðvitað til þess bara að fólk sem hérna er búsett, ungt og eldra, flykkist í þetta nám. Það hefur vantað eins og Hjalti kom inn á. Við erum búin að heyra þetta í langan tíma. Það vantar tæknimennta fólk og við sjáum fyrir okkur að þetta stytti leiðina fyrir iðnmennta til þess að halda áfram og koma inn í tæknifræðina. Svo þetta er bullin tækifæri fyrir bara alla. Já, ég held líka að þetta muni auka áhuga ekki síst hjá ungu fólki á tækninámi. Það sér fram á mjög öfluga námsleið fram á háskólastigi og mjög spennandi atvinnutækifæri og þá ekki síst hér á svæðinu. Þarna getur verið leið fyrir líka þá sem eru þegar komnir á vinnumarkað, til dæmis iðnaðarmenn sem vilja bæta við sig og hefur ef til ekkert verið svo auðvelt. Þarna verið að opna tækifæri fyrir þá og ég tek undir þetta sem hér er komið fram að gagnvart nemendum að fá tækifæri til þess að vinna alvöru verkefni í samstarfi við fyrirtækin. Það eflir þau, það eykur áhugann og í ljósi þess að atvinnulífið hreinlega æpir á tæknimennta fólk, þá hlýtur þetta að örva ungt og gamalt fólk til dáða og geta sinnt þá tæknifræðinni. Og með þessum samstarfssamningi lítum við bara svo á að við séum að notfæra okkur áhuga aðstöðu og nútíma kennsluhætti til þess að færa tæknifræðinám heim í hérað.